Í dag ætla ég að nýta þurrflugu, svona ákveðna útgáfu af í Merger. Fluga sem svona rétt hangir undir yfirborðinu og við nýtum svona einhvers konar kút hérna að ofan sem að hjálpar okkur að sjá hana aðeins betur. Frábær fluga, þessar útgáfur þessi útgáfa af flugum er frábær þegar að fiskurinn er svona borða rétt undir yfirborðinu eins og hann er svo oft að gera þegar við sjáum hann head and taila frekar en að sjá þessar vakir á yfirborðinu. Nú ég kom með krókivæsin, þessi er frá framleiðanda sem heitir Daiichi. Típan er 1160 og stærðin er 12. Þetta er klinghammer krókur sem er hannaður bara fyrir klinghammer flugurnar en virkar heldur betur í svona flugu líka. Nú ég ætla að nýta þessa flugu bara með Classic Waxed frá Semperfli, mjög einfalt og þægilegt. Þetta er stærð 12. Nú áður en ég fer hérna niður legginn þá byrja ég á því að festa kútinn. Þetta er bara svona sílindersvartur sem við þekkjum úr til dæmis eins og Galdralöppinni eftir hann Jón Aðalstein. Kemur í svona lengjum. Og ég klippi bara smá stubb og á endan sem ég ætla að hnýta niður klippi ég svona spís. Og áður en ég festi það er ágætt að setja smá sapp á legginn. Leyfi þessu svo að þorna. Nú þegar þetta er orðið svona þokkalega þurrt að minnsta kosti þá tryggjum við þetta aðeins betur og klippum síðan hérna þennan gaur hérna. Eða snýrstum hann í burtu að minnsta kosti. Svona það er ágætt að hafa það í huga að þráðurinn, þó við séum ekki með nanosilk, hann getur alveg skorið svampinn, þannig að skulum ekkert vera að setja of mikið átak á hann og leyfum líminu svolítið að vinna fyrir okkur. Ok, nú búkurinn, eða skottið, réttara sagt. Við ætlum að setja pínulítið skott. Það er úr svona Parapóst efni, þetta er bara gerviefni, hvítt og við viljum bara fá nokkra þræði. Festi það niður hérna fyrir aftan svampinn og leyfi því alveg að vera aðeins og langt, það er allt í góð. Og við ætlum að festa vöfin niður á sama stað og það er anti-static bag í þessu tilfelli. Það er hægt að nota hvað sem er í rauninni. Ég hafði þetta við hendina og þetta hefur gefið góða raun í gegnum árin en hvaða flassabú eða tinsel sem þið hafið við hendina það er alveg hægt að nota það. Og ég festi anti-static bag á sama stað og skottið og svo fer ég niður legginn. Ég reynir svona að hafa vafningana þokkalega jafna. Svona áður en fyrir upp aftur og snýja aðeins ofan af þræðinum og reyna að gera þetta eins fallega og mér er unnt. Svona. Þá snyrtum við
þá er það vöfin. Nokkuð opna vafninga. Við erum ekki að búa til búk. Við erum að búa til liðskiptingu. Tyllum með þræðinum og tryggjum. Svona, eins og við sjáum skottið er bara örstutt. Þetta er bara smá svona, einhvers konar hýði, eða hvað sem við viljum kalla það. Og síðasta efnið sem við nýtum inn, það er kraginn á flugunni. Ég er búinn að blanda saman CTC, það er þetta svarta, og síðan hvítum sel. Hvort tveggja er mjög gott í þurrflugur. CTC er náttúrulega frægt að sjálfsögðu og selurinn dregur ekki í sig vatn. Og við ætlum að hafa kragann bara svolítið villtan, við ætlum að splitta þræðinum. Við viljum að kraginn sé með svona örlítið meira viðnám á vatnsfletinum, þannig að það hjálpi flugunni svona aðeins að hanga betur. Svampurinn hjálpar að sjálfsögðu líka og kraginn er hluti af þessu bæði til að gefa smá líf í fluguna á yfirborðinu eða undir yfirborðinu og líka til að hjálpa við flotið. Og til þess að splitta þræðinum, þá er ég með hérna, þetta verkfæri hérna frá Smine. Algjör snilld, virkar vel. Svona nánast eins og eitthvað töfraverkfæri, sko, sjáu þið, þráðurinn klofinn. Ég er, eins og ég segi, ég er búinn að preppa þetta hérna, þetta er allt of mikið, þetta dugar í sennilega 3, 4, 5 flugur. Tek bara smá hérna, set inn í þráðinn, örlítið meira. Svo sný ég. Ágætt að hafa það í huga þegar við snúum svona þræði og sérstaklega með þessum bómullaþræði eða þessum venjulega hnýtingaþræði þar að segja. Hann getur slitnað þegar við snúum honum of mikið. Förum við bara hérna rétt fyrir aftan svampinn. Leyfum þess að standa svona eins og staðan núna. Svo ætlum ég að hnýta endahnútinn fyrir framan svampinn, fyrir ofan augað sem er hérna. Tek vinstri hendina og dreg allt saman aftur, færi þráðinn hingað. Og tryggja aðeins betur. Smá trikk að láta þráðinn ekki fara fram af króknum. Þetta hefst allt saman. Svona, ég myndi segja að kraginn væri aðeins of efnismikill eins og staðan er akkurat núna. Þá bara notum við fingurgómana og plokkum aðeins út úr honum. Nú eins og þið sjáuð í byrjun, þá er þetta stærð 16. Mætti alveg vera 18, 20 jafnvel. Svo er það bara í ykkar höndum hversu villta þið viljið hafa fluguna. Rétt í lokin. Svona, smá sapp.
Þessi fluga gengur undir nafninu Hangman eða hengikallinn og að því að hún hangir í yfirborðinu. Algjör negla, frábær í, eins og ég segi, fisk, urriða og bleikju sem að hellum teila rétt undir yfirborðinu. Þá ertu í góðum málum ef þú ert með þessa í bóksinu. Klár og tilbúin. Takk fyrir mig.